Já, Magnús, það lítur bara að vera ánægjulegt að ná sér loksins sigri bara. Já, þetta búið að vera svolítið löng bið eftir að ná í 2 stig og það hafðist í dag. Já, og ég segi gríðarlega mikilvægt að vera bara nokkuð samfærandi hérna eftir svona slæmt gengi undanfarið. Já, ég meina stelpurnar voru bara ákveðnar að sýna sig hérna og spilum flotta vörn í 30 mínútur og svona góða kafla í seinni hálfleik, svona náðum ekki kannski alveg að halda þessu og bara svona góð fyrirheit fyrir næstu leiki. Er það ekki bara, svolítið erfitt fyrir að kannski komið inn í seinni hálfleiki með 11 stiga á forystu að halda stelpunum við efnið? Jú, það mætti ekkert alla hérna alveg í byrjun seinni en svo komum við aftur og við náðum gírnum náðum að koma okkur aftur í gírinn og þá var þetta aldrei spurning sko. Komið svona frá 2 næstu sætunum með þessu sigri, í raun og veru kannski ekki nema 3 stig núna í 4. sætið. Þetta bara þessi stóra klísja hérna í miðinni. Já, þetta allt galopið. Það geta allir unnið alla þanniglega ef þannig hittir á en það er stutt í þetta, í miðjun allavega. Já. Vongóður eftir það sem þú sást hérna í dag upp á framhaldið að gera? Já, við skorum 34 mörk og við heldum að skora 14 mörk í síðasta leik, þannig að það er jákvætt. Þáttur á kannski að mótinu var ekki jafn sterkur en vörnin er búin að vera góð hjá okkur, markvarslan góð í síðustu 4 leikjum og meðan það gengur þá kemur sóknin með og þannig virkar þetta. Já. Ástand svona á liðinu, ég veit hvernig er allar heilar og... Nei, það er ekki hvað mikið basla á okkur í raun og veru sko og en þeir eru að kalla leikmenn sem voru hættir inn og að hjálpa okkur og það gefur okkur mikið. Bjartsýnn framhaldi? Já, bikarinn á þriðjudaginn í Krikanum, Selfoss þar og það er hörkulið sem við þurfum bara að vinna. Hvernig horfir á bikarkeppnina og svo deildin? Þú lítur kannski vera að horfa kannski meira svona á að ná stigum í deildinni? Já, ég meina bæði, bikarinn er bara bónus, frábært að við förum áfram, þannig ætlum við okkur áfram en þú vilt vera í svona 6 til kannski 7. sæti í deildinni væri flott sko, en það er svolítið spott í það. 8 leikir búnir, ertu á pari eða við það svona? Nei, við erum aðeins undir pari. Það er svona 4 stigum og lítið í það minnsta. Liðið hefur svo sem, eins og í fyrstu verðan að fengi stóra skelli en það er svo sem, engin stór áhrif. Nei, ég held í fyrra þá enduðum við í 7. sæti og í mínus í markatölu en það er þessi innbyrðisleiki sem telja og við þurfum að klára þessi lið sem við erum svona nálagt í deildinni, það er það sem telur mest og þar höfum við aðeins verið að gefa eftir. Við erum svolítið umræða hjá þjálfurum í deildinni að þeir eru að horfa á sín lið að þeir komið sterkari eftir áramót og sem við erum að biðja meiðslum, það er kannski ekkert ósvipað á tilnum hjá þér? Já, kannski, maður veit það ekki, ef við fáum einhverja styrkingu, það getur vel verið að þá mætum við sterkari til leiks. Er það eitthvað í kortunum? Þú voru að spyrja formanninn að því. Já.